Já, ég býð ykkur velkomin til 4. fundar sveitarstjórnar Rangárþings Ytra. Áður en göngum til formulega dagskrá, þá gef ég hér orðið Ágúst. Já, takk fyrir Odditi. Það nú þannig á þessum tíma, það eru fjárhagsmál sem að bara tröllríða starfinu hér á skrifstofunni og reynda bara í öllum undirstofnunum líka og deildum, það allir á fullu í því. Og þannig að það kannski það sem einkennir starfið og við erum auðvitað að fá hérna inn á fundi hjá okkur fullt af rekstraráætlunum og sem eru einlegg í það og nefni það að þessi byggðarráðið núna hefur setið á fundum og í þessari viku búin við að vera þétt fundarseta mánudag, þriðjudag, miðvikudag á vinnufundir í tengslum við fjárhagsáætlun, þannig að það þetta stóra málið núna. Þannig að ég held að það svona sem helst að frétta. Takk fyrir. Takk fyrir það. Og bara hefjum dagskrá og fyrsta liður atvinnu- og menningarmálanefnd, fundur 2. Þar vísað til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Það teknir út liðir 1, 2 upplýsingaskilti á Hellu. Þar niðurstaða nefndarinnar. Nefndin leggur til að sett verið upplýsingaskilti fyrir vestan Hellu. Á skiltinu verður yfirlit yfir alla þjónustu í sveitarfélaginu. Áætlaður kostnaður 1,7 milljónir og óskar nefndin eftir því að tekið verði til þessa verkefnis við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019. Og það tillaga að vísa bókun atvinnu- og menningarmálanefndar til byggðarráðs til úrvinnslu. Og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefur merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liður 1.3. Upplýsingamiðstöð Hellu. Það niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin leggur til að opnuð verði upplýsingamiðstöð í miðju á Hellu í tilraunaskyni maí til september 2019. Hugmyndin með upplýsingamiðstöð að hún sé einnig gagnaöflunarstaður ferðamenn, að starfsmenn upplýsingamiðstöðarinnar haldi saman upplýsingum eftir hverju ferðamenn séu að leita, hve margar fyrirspurnir berist og hve margir gestir leiti til starfsmannanna á hverjum degi. Það nýtist við framtíðar uppbyggingu Rangárþings Ytra sem áfangastaðar fyrir ferðamenn, innlenda sem erlenda. Skoðaðar verða leiðir til þess að upplýsingamiðstöðin standi að hluta til undir sér sjálf. Áætlaður kostnaður 3,1 milljón og óskar nefndin eftir því að sveitarstjórn taki tillit til þess við fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2019. Og það tillaga að vísa bókun atvinnu- og menningarmálanefndar til byggðarráðs til úrvinnslu. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Það liður 1.4. fjárhagsáætlun 2019. Niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin gerir sig grein fyrir því að hér lögð til veruleg hækkun vegna kostnaðar við 17. júní hátíðarhöld í sveitarfélaginu. Þessi kostnaður áætlaður til þess að greiða fyrir auglýsingar allra 17. júní hátíða í sveitarfélaginu og halda veglega hátíð á Hellu, þar sem ekki hefur verið haldin hátíð þar síðan 2015 og vissulega sé haldið upp á daginn víðsvegar í sveitarfélaginu. Með þessu telur nefndin að verið sé að svara kalli íbúa hátíðin sé einnig haldin á Hellu og nefndin óskar eftir því að tekið verði tillit til þessa í fjárhagsáætlunargerð 2019. Og það tillaga að vísa bókun atvinnu- og menningarmálanefndar til byggðarráðs til úrvinnslu. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 1.6. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum styrki fyrir árið 2019. Það niðurstaða atvinnu- og menningarmálanefndar. Nefndin leggur til að sótt verði vegna upplýsingaskilta þegar komið inn á Hellu og vegna undirbúnings og hönnunar vegna áfangastaðarins Heklu. Markaðs- og kynningarfulltrúa falið að vinna að verkefninu í samstarfi við nefndina. Umsóknarfrestur 28. október 2018 og sótt vegna verkefna sem framkvæmd á árinu 2019. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun atvinnu- og menningarmálanefndar. Orðið laust. Þó. Steindór. Þú búið að senda þetta að Ég geti alveg fyrir því. Ágúst. Já, það vil svo til að það búið Odditi en það kannski eðlilegt að það bara út á dagsetningum, þess að segja þetta liðinn tíminn en það sé mikilvægt að sveitarstjórn fá allan að tækifæri til að þá staðfesta þetta. En það hefur verið gert þess að þarna verið að leggja til vinnu markaðs- og kynningarfulltrúa sem hefur þegar átt sér stað reyndar.
Þannig að þetta Og því að Gjörðu það er að sækja þetta skilti, þess að búið eiginlega á ráðstafið við vorum rétt á hann að tala að vísa því máli í byggðarráðið. Einni. Ágúst. og þetta er bara að benda á þetta auðvitað bara umsókn. Það ekki þar með sagt að menn þiggi síðan fjármunina ef að þeir skildu nú koma. Þannig að þetta var gert bara til þess að tapa ekki umsóknarfrestinum. Fleira ekki hverju sem hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögumerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá verða liðið 2 samgöngu- og fjarskiptanefnd. Þar er vísað til umfjöllunar á einstakri liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liðið 2.1 samgönguáætlun Alþingis. Það er niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Fjallað var tillögu til þingsályktunar 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2023. Þar sem ekkert fjármagn er áætlað í vegi til ný framkvæmda á þessu tímabili í Rangárþingi ytra, samþykkir nefndin að formaður nefndarinnar undirbúi áskorun til sveitarstjórnar sem lögð verður fyrir nefndina næsta fundi. Og í framhaldi af fundi samgöngu- og fjarskiptanefndar liggur fyrir ályktun nefndarinnar varðandi tillögu til þingsáætlunar 5 ára samgönguáætlun og það tillaga var lagt til að fyrirgreinda ályktun verði send stjórnvöldum. Orðið er laust. Engin hverju sem hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillögumerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það er liðið 2.2 styrkvegir 2018. Það er niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Kynnt var yfirlit yfir styrkvegaframkvæmdir þessa árs. Reifaðar voru hugmyndir af verkefnum til næstu ára. Nefndin skorar á sveitarstjórn að senda frá sér ályktunum og fjármagn til styrkvega verði aukið verulega í ljósi þess að innan sveitarfélagsins eru styrkvegir í það minnsta 230 km. Nefndin leggur til að Samtólaferjuvegur og Skjólkvíavegur að Heklu verði teknir af styrkvegaskrá og færðir yfir á forræði Vegagerðarinnar. Og það er tillaga að sveitarstjórn taki undir bókun samgöngu- og umferðarnefndar og feli sveitarstjóra að koma þessum skilaboðum á framfæri við Vegagerðina og til þess bæra aðila. Og það er laust. Yngvi. Ég held að þetta sé bara hið besta mál og náttúrulega bara til skammar ef það verður engu veitt í hvorki nýframkvæmdir eða uppbyggingu vegakerfisins hér. Við erum með alveg gríðarlega stórt svæði bæði til fjalla og hér í byggð og mér finnst þetta bara við eigum bara að lemja á þeim, senda ályktanir alveg eins og við getum. Það hefði alveg mátt bæta Hagabrautin inn í þetta, hún er nú stundum eins og hérna maður sé að keyra á gömlu þvottabretti. Já, við tökum bara undir þetta. Og fleiri? Það er þarpa. Takk fyrir þetta. Já, ég vil líka bara, ég er rosalega ánægð með þegar ég var að lesa þessa fundargerð, ég er bara mjög ánægð með störf samgöngu- og fjarskiptanefndar. Mér finnst þau standa sér vel og bara hrósa því. Rosalega gott að hafa svona öfluga nefnd að störfum sem virkilega þekkir og leggur flotta hluti til. Takk. Já, ég get ekki undir þetta bara. Mjög flott vinna að fara hérna fram. Er fleiri? Svo er ekki þeir sem geta samþykkt tillögumerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það er liðið 2.3 opinn fundur samgöngumál. Það er niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Nefndin leggur til að fundurinn verði haldinn mánudaginn 19. nóvember. Rætt var að bjóða fulltrúum Vegagerðarinnar og þingmönnum kjördæmisins. Fundurinn verður auglýstur í Búkollu og á fleiri stöðum og íbúar sveitarfélagsins eru hvattir til þess að mæta. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun samskipt fjarskiptanefndar Ágúst. Já, og þetta er bara að benda á það, þú last réttilega upp 19. nóvember, þú standið þarna 12. nóvember. En það er þessi í bókun nefndarinnar, þá stóð það til að reyna við 12. nóvember en síðan gekk það bara ekki upp. Þannig að það hefur síðan verið unnið í því og það er þessi 19. nóvember sem er búið að festa sem dagsetningu og það er þá tillaga það. Þannig að við erum kannski bara að bæta því inn í bókun okkar. Já.
Já, er það ekki einmitt þetta, tillaga að halda fundi 19. Bæta Já, Já, ég að bókun samsköpungu nefndar standi. Þannig að við bætum því bara inn í. Já. Þessi getur samþykkt tilhörningi merki. Tillaga samþykkt samhljóða. Það er liðið 3, sorpstöð Rangárvallasýslu. Fundargerðin lögð fram til kynningar. Og tillaga bókun sveitarstjórnar að þessu ári hafa orðið miklar breytingar á starfsemi sorpstöðunar með fjölgun verkefna eftir að sorpstöðin tók yfir sorpið frá heimilum og stofnunum sveitarfélagana. Vísbendingar eru að þessar breytingar fara ágætlega á stað og því vill sveitarstjórn Rangárþings Ytra leggja það til við meðeigendur í sorpstöðinni að öll umsjón með úrgangsmálum sveitarfélagana í Rangárvallasýslu verði í umsjá sorpstöðvarinnar, þar með talið gámaplön og árlegar hreinsanir. Þannig verði tryggð góð yfirsýn og samræmt þjónustustig í málaflokknum á sýsluvísu. Einnig væri með þessu stuðlað enn frekar að hagkvæmu rekstri og réttri flokkun og endurvinnslu. Orðið er laust. Ágúst. Já, þetta er kannski, ég held að þetta sé mikilvægt hjá okkur að ýta þessu á stað og ég hef átt samræður aðeins við nágranna sveitarfélögin þetta og það hefur svo sem þetta hefur rætt svona góru nokkurn skeið en svona óformlega viðræður í það minnst skila því að menn eru sammála þetta að leggja þetta fyrir sína sveitarstjórnir að taka með svona samræmdum hætti utan öll flokk urðunarmál og úrgangsmál í sýslunni og þannig að við værum þá með þessari bókum bara til að hvetja nágranna sveitarfélögin okkar að gera slíkt í sama í rauninni. Það er ekki, þetta er bara fyrsta skrefið í þessu. Og þetta snýr náttúrulega mikið að auðvitað rekstrinum, að hann sé sem hagkvæmastur, en ekkert síður að bara umhverfisþættinum, það er að segja að það sé almennilega flokkað og það sé fylgst vel með því, þannig að við bara stöndum okkur vel á hvað þá hliðina varðar. Og maður finnur það að það hefur verið áhugi fyrir því að bæta sérstaklega flokkun í tengslum við vor- og hausthreinsun og eins gagnvart gámaplönum þar sem það hefur verið þó nokkuð það að það er léleg flokkun. Kemur allt í svona einu hrærigrund. Þannig að, og eins við höfum í okkar gámaplani hér á Hellu og við Meiritungu verið að fikra okkur áfram með eftirlit með myndavélum. Það hefur ekki verið gert annars staðar en þetta hefur gefið nokkuð góða raun þó þetta sé nú ekki fullkomið og það er mikill áhugi fyrir því að þetta sé þá eins allstaðar og það væri þá sorpstöðvar starfsmenn okkar sem væri að fylgjast með þessu og á hverjum degi, þeir eru í þessum bransa og við myndum létta þessu af áhalda húsi okkar eða áhalda húsum sveitarfélagana hér að þurfa að hafa yfirsýn þetta líka og þetta á einni hendi. Minnum misskilning líka hver á að gera hvað og örugglega hægt að reka þetta með hagkvæmari hætti. Takk. Takk fyrir það. Ingrid? Og sko, það verður náttúrulega líka að geta sem svolítið á því að það sé þá ekki verið að gleipast yfir svo mikið en sé svo ekki hægt að standa við það sem á að gera. Það verður þá allavega að vera allavega að sé hægt að hafa eins og vor- og hausthreinsun þegar hún verður bara vorhreinsun eða það verður þá hægt að vera að koma dótinu í draslinni í burtu. Eins og núna til dæmis að það er ekki engir haustgámar niður frá, kom ekki. Hver sem tekur ákvörðun það, ég þekki það ekki. Og þannig að þetta verður þá allavega að vera þannig að hlutirnir sé í lagi. Nú varðandi gámaplönina að þá er líka spurning hvort að sé ekki hægt að hafa eins og plönin opin ákveðna daga, einhverja ákveðna klukkutíma og það sé þá bara starfsmaður sem fylgist með hvar er sett. Takk fyrir þetta.
Steindór. Ég finnst þetta mjög gott eins og þetta er. Ef þetta gengi eftir eins og þetta er lagt upp þarna, þá er þetta mjög flott að það komum fram hérna á þinginu, SAS-þinginu daginn, bara með flokkur á rusli og annað við, ef við myndum til dæmis geta flokkað lífrænan úrgang út, þá þetta eru 10 milljóna sem getur sparast með almennilegri flokkun, þannig að og þetta er bara framtíð, eða þess að eiginlega bara nútíðin að taka í þessu ruslamálum og ég held að sé mitt miklu betra að geta sett ábyrgðina þá bara á þessa aðila sem eru á kafi í þessu sorpi heldur marga, þannig að þetta góð bókun. Fyrir smekk. Ágúst. Já, kannski bæta við að nú erum við ekki farin að sjá ennþá rekstraráætlun fyrir sorpstöðina fyrir næsta ár. Við erum núna, hún er á fyrsta ári í þessu nýja kerfi þar sem við erum að sjálfa ná í heimilissorpið. En það er stjórnarfundur þar á morgun, þannig að þá fáum við kjölfarið væntanlega fjárhagsáætlun til að vinna með í okkar fjárhagsáætlun. En ég er að veita því að það er gert þá ráð fyrir meiri mönnum. Það verður tillaga það að það verði meiri mönnum til að svara einmitt því að það sé þá hægt að sinna þessu. Því þetta verður auðvitað að vera þannig, að það sé hægt að sinna þessu. Það hefur kannski einmitt verið það sem hefur vantað. Meðan þetta var bara á ábyrgð þjónustumiðstöðvanna að halda utan um þetta, það er að segja þennan hluta af sorphirðunni, að þá vildi þetta bara mæta afgangi þegar annað blasti við að þurfti að gera. Þó að menn hafi staðið sér ótrúlega vel. Ég vildi bara benda á þetta. Takk. Fleiri? Margrét? Já, þetta er bara flott verkefni, en eitt sem að flög nú í hug mér svona, það er þá líka hvort að svona í framhaldinu líka maður ætti að fara að huga af einhvers konar að sorpstöðin sæi tæmingu rótrú og þetta verkefni og þetta seiruverkefni og kannski erum ekki að koma því að núna en svona, það er mjög svona verð hvort að það ættum að koma því ef að hinn sveitafélögin, aðalsveitafélögin eru í sömu hugleiðingu, hvort við getum einhvern veginn átt samstarf það líka því við þurfum endilega að hrinda því í framkvæmd, það er búið að kortleggja allar rótreiður hérna hjá okkur og svona að kallandi að það að koma einhverju skikki á það hvernig þær eru tæmdar og samræma það og gera það aðkominn hátt. Þannig að kannski hafa það svona í huga á næsta stjórnarfundi að svona impra á því líka. Takk. Ágúst. Já, ég tek undir þetta áttindi. Þetta er auðvitað eins og Margrét Harpa kom inn á búið að vera undirbúa þetta og þetta er í rauninni orðið komið á þann stað núna í öllum sveitafélögunum í Rangárvallasýslu og það er hægt að keyra á þetta. En þetta kostar peninga og það þarf auðvitað að huga að því. Og það sem hefur gerst í millitíðinni frá því að við byrjuðum að huga að þessu, þar að segja kortleggja rótreiðnar og reyna að undirbúa það eitthvað útboð í því að það hefur orðið til verkefni upp á Flúðum sem heita Seirustaðir sem hefur svona undið upp á sig og er þá að verða sameiginlegt verkefni þeirra í allan uppsveitum Árnessýslu sem að menn eru bara hreinlega að bjóða upp á það að taka móti seiru. Það er þetta að meta það hvað er best í því, hvort að við höfum að koma okkur upp sjálf slíkum pakka eða bara hreinlega skipta við seirustaði. Þannig að ég tek undir það, þetta er verkefni sem við þurfum að ýta áfram. Og það er allt klárt fyrir að við getum tekið ákvörðun og það í rauninni þá miðað við að hefjast handa á næsta ári. Ingu? Spurning náttúrulega með seiruna hvort að sé hægt að nýta hana til uppgræðslu. Við eigum nú held ég ennþá svolítið verkefnum fyrir höndum í uppgræðslu innan sveitafélagsins. Það er sem sagt kostur ef það væri hægt. Þetta verður væntanlega allt skoðað hjá sorpstöðinni. Fyrst ekki þetta samþykkt tillögunagefamerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá eru liðið 4 ODBS. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundleggjarinn að öðru leyti til kynningar. Liðið 4.2 tekin út rekstraráætlun 2019. Það er niðurstaða nefndar lögð fram rædd tillaga að rekstraráætlun 2019 fyrir ODBS
Rekstraráætlunin gerir ráð fyrir að gjaldskrá Odda BS breytist í takt við verðlagsbreytingar. Gert er ráð fyrir að heildarkostnaður sveitarfélaganna vegna Odda BS verði 905.834.000 sem skiptist þannig að hlutur Rangárþings ytra verður 766.783.000 og hlutur Ásahrepps 139.051.000. Áætlunin er miðað við fjölda grunn- og leikskólabarna þann 1. október 2018 sem er 191 grunnskólabarn og 110 leikskólabarn sem telja 140,6 barngildi. Og það er tillaga samþykki fjárhagsáætlun 2019 fyrir Odda BS og til að nefnda hér er að vísa rekstraráætlun Odda BS til vinnu við fjárhagsáætlun Rangárþings ytra. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóð þess sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Til að samþykkt samhljóða. Liður 4.3 skólaakstur á akstursvæði Odda BS. Þar niðurstaða Odda að laga fram endurskoðaðar reglur skólaakstur fyrir Odda BS og þær samþykktar samhljóða að tillaga sveitarstjórn staðfesti regluna fyrir sitt leyti. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðs þess sem geta samþykkt gefa merki. Samþykki þú? Og setja hjá þessu. Til að samþykkt með 6 atkvæðum 1 situr hjá. Liður 5 húsakynni BS. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin er að öðru leyti til kynningar. Tekin út liður 5.3 fjárhagsáætlun 2019. Niðurstaða húsakynna lögð fram tillaga að rekstraráætlun 2019 fyrir húsakynni BS. Tillagan gerir ráð fyrir að framlag til reksturs skiptist þannig að Rangárþing ytra greiði 16,7 milljónir og Ásahrepur 8,1 milljón. Jafnframt var lögð fram tillaga að fjárfestingaráætlun ársins 2019 sem gerir ráð fyrir að hlutur Rangárþings ytra verði 13,5 milljón og Ásahrepps 6,6 milljónir. Tillaga er að vísa rekstraráætlun húsakynna BS til vinnu við fjárhagsáætlun Rangárþings ytra. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs þess sem geta samþykkt tillöguna gefa merki. Tillaga samþykkt samhljóða. Liður 6 byggðaráð Rangárþings ytra. Þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Tekin út liður 6.7 fjárhagsáætlun 2018 viðauki 3. Niðurstaða byggðaráðs að lögð fram tillaga að viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2018. Er að ræða tilfærslu á fjárfestingu. Gert er ráð fyrir aukinni fjárfestingu í félagslegum íbúðum vegna kaupa á íbúðum að fjárhæð 23 milljónir. Keypt er að verða 2 íbúðir á þessu ári á samtals 48 milljónir. Upphaflega áætlun gerði ráð fyrir 25 milljónum í fjárfestingu en gert er ráð fyrir aukinni fjárfestingu hjá þjónustumiðstöð að fjárhæð 6,1 milljón vegna kaupa á bifreið. Á móti lækkar fjárfesting í íþróttahúsi Hellu 29,1 milljón en upphaflega voru áætlar 50 milljónir vegna viðbyggingar á íþróttahúsi á þessu ári. Ljóst er það að verkefni verður ekki klárað á þessu ári og ekki fjárheimild í það verkefni lækkuð. Viðaukinn hefur ekki áhrif á handbært fé en 23 milljónir í fjárfestingu færast á milli A og B-hluta. Tillaga er að sveitarstjórn samþykki viðauka 3 við fjárhagsáætlun 2018. Orðið er laust. Steindór. Var ekki... Við vorum alltaf eitthvað að velta því fyrir okkur. Hérna með við borðið með ef það er ekki, það er til dæmis fleiri mál eins og Gámasvæði þetta niður frá svona, það voru einhverjar millur ætlaðir þar þá ekki fara með það líka í viðauka ef að sú talasett er ekki þessu, það var við áallar 3 milljónir þar og síðan voru einhverjar 2 milljónir til dæmis í skólasamfélagina sem er ekki hvort orðið, það er ekki að færa það til viðauka. Ágúst. Og jú, en það var þá bara sérstaklega viðurkennt það. Það er sem sé, þessi er bara þetta og það er hérna stjórnvöld hvetja okkur til að gera frekar fleiri viðauka en færri og hérna bara eftir því sem að þörf er á. Þannig að það á þá bara eftir að gera það. Já, það sem að svona var verið að velta, við vorum að velta fyrir okkur hvort að þetta væri ekki í raun og veru með rétta leiðin að þegar að kemur svona upp á að við erum búin að ákveða fjármagn í eitthvað verkefni svo verður það verkefni ekki, ber okkur þá ekki kannski skylda til þess að vera með svona viðauka þó við ætlum að flytja þetta kannski yfir áramót inn á næsta ára þá verðum við að gera einhverja viðauka og setja inn á nýja fjárhagsáætlun.
sko getum ekki millifært kannski peninga sem búið er að úthluta í þetta yfir í eitthvað annað verkefni og sett svo inn á nýja fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þetta er bara til þess að þetta liggi alveg á hreinu fyrir þá sem er að skoða þetta hjá okkur. Við séum bara að vinna vinnuna rétt. Takk, Ágúst. Ótuti, og ég held við séum að vinna vinnuna rétt sko. Og það er alveg rétt að það færist ekkert sjálfkrafa milli ára. Það verður alltaf að koma inn í nýja fjárhagsáætlun ef að verkefni hefur ekki orðið. Og sömuleiðis er eðlilegt að ef sérstaklega hærri fjárhæðir er að ræða að það komi fram í viðauka að þeim sé ekki ráðstafað þegar það er ljóst að það verður ekki. Og þannig að ég myndi telja bara mjög líklegt að það kæmi fram einn viðauki viðbútt á þessu ári. Það er einhver mál fleiri sem að þurfa að koma þurfa þá skoðunar við sko. En bara svo að ítreka við vinnum alveg örugglega þannig að það er sem sé, það þarf sérstaklega að taka ákvörðun það hvort að verkefni er á áætlun á næsta ári ef þau hafa ekki verið framkvæmt á þessu ári og þannig að það færist ekkert sjálfkrafa á milli. Það er þannig. Ingvar? Já, þetta er bara spurning sko af því að maður er kannski svolítið nýr í þessu og maður er alltaf að heyra það þetta eigi alltaf að vera mjög nákvæmt. Hvort við séum ekki að gera þetta nákvæmlega eins og reglurnar mæli fyrir. Ágúst? Við reynum að fylgja reglunum mjög stíft, annars erum við bara skömmuð, fáum bréf það, við gerum eitthvað mikla vitleysur í þessu. En það er samt svona, hvað ég má segja, það er aðeins loðið hvaða upphæð er miðað við. Sko, það er talað verulegar upphæðir, þá þurfum við nauðsynlega að taka það fyrir í viðaukum. En það þarf ekki að taka upphæðir þannig séð og telja upp þó að verkefni hafi frestast eða breyst, hafi verið eitthvað ódýrari eða örlítið dýrari. Að þá svona eitthvað mörk fyrir því hvað þarf að taka fram í viðauka. En ég myndi telja til þess að þetta sem var nefnt hérna áðan að það þyrfti að koma fram í viðauka. Það háar upphæðir. Oft talað svona kannski 1 milljón eða eitthvað þess aftur. Þó að það standi hvergi. Nei. Takk fyrir það. Margrét Arnór? Kannski bara gott að fá svona brýningu og ég held að við í byggðarráði sem sitjum í byggðarráði ættum náttúrulega bara að taka það og skoða þetta náttúrulega fyrir næsta byggðarráðsfund. Hvort það sé þörf á eða já, nú fyrir sér kannski hvaða framkvæmdir verða og verða ekki þegar við núverandi fjárhagsáætlun. Þannig við munum væntanlega og starfsmönnum sveitarfélagsins að skoða þetta. Hvað þarf að gera? Þetta mun væntanlega skýrast á næsta ári. Já. Það er næsta byggðarráðsfundi segi ég, ekki næsta ári. Takk fyrir þetta. Það var komið til skila. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu, gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 7, Vatnsveita Rangárþings Ytra Ásarhrepps. Þriðji fundur, þar er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðum að öðru leyti til kynningar. Við gerum liður 7.2, viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2018. Það er niðurstaða Vatnsveitu Rangárþings Ytra Ásarhrepps lagði fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun Vatnsveitu Rangárþings Ytra Ásarhrepps 2018. Það er tillaga að hækka áætlun vegna rekstrarkostnaðar 9.134.000. Dýrabilanir hafa komið upp á árun sem hafa orsakað það að rekstrarkostnaðar verði meiri en áætlað var. Tillaga að lækka áætlun vegna fjárfestingar á árunum 21,5 milljón. Framkvæmdir vegna miðlunar tanks í Hjallanesi eru enn á undirbúningsstigi og því verður fjárfesting ársins ekki eins mikil og áætlað var. Önnur fjárfestingarverkefni hafa þó bæst við sem vega móti, svo sem lagnir í nýju hverfi á Hellu og fleira. Tillaga að lántaka ársins verði 120 milljónir í stað 65 milljóna eins og áætlað var. Þessi lántaka dugar þá til að fjármagna fjárfestingu þessa árs og fjárfestingu ársins 2019. Engin lántaka verður þá í áætlun 2019. Hér er tillaga að sveitarstjórn staðfesti viðauka 1 við fjárhagsáætlun Vatnsveitu Rangárþings Ytra Ásarhrepps BS 2018 fyrir sitt leyti. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögunni gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Tekið liður 7.3, fjárhagsáætlun Vatnsveitu 2019, niðurstaða. Lögð fram tillaga að fjárhagsáætlun ársins 2019. Tillagan gerir ráð fyrir að tekjur verði 82,5 milljónir
Rekstrakostnaður auk fjármagnsliða 56,5 milljónir og rekstrarniðurstöðu 26 milljónir. Fjárfesting ársins verði 90 milljónir. Það er tillaga að vísa rekstraráætlun Vatnsveitu Rangþings Ytra og Ásarhrepps BS til vinnu við fjárhagsáætlun Rangþings Ytra. Orðið laust. Yngvi? Bara spurning, hvort að, ég veit reyndar ekki hvort að, jú, það getur verið að Gústi geti kannski upplýst mig eitthvað það. Hefur verið eitthvað gripið til ráðstafanar í sambandi við það sem að kallar blæðingu á kerfinu eða það sem að kannski verið að sírennsli út í brynningarkör og annað eins og maður hefur stundum séð. Já, Ágúst. Já, það eru þetta sífellt verkefni að leita uppi leka í kerfinu og alltaf verið að grípa til ráðstafana í því. Það er hins vegar, þetta er ákveðið vandi og ég held að stjórn Vatnsveituna sé mjög meðvituð þennan vanda og það er oft á tíðum erfitt að bregðast við þessu. Fyrsta lagi að vita af þessu, finna leka, það er heilmikil vinna sem fer í það og að síðan að það séu þá þannig reglur að forðist í lengstu lög að hafa þetta svona, eða vita af því. Þannig að ég finn það hjá stjórn Vatnsveitunar að það er mikill vilji til að bæta þetta enn frekar og þá ekki síst regluverki bara í kringum þetta, hvernig á að bregðast við runni til að koma í veg fyrir og vera í svona forvörnum í þessu. En þarna er ákveðið vandamál. Takk fyrir það. Fleiri? Steindór? Bæta við, það er sérstakur fundur svona í byrjun desember sem verður svona miklu leyti helgað af þessu og þetta sé að stjórnin sé virkilega að reyna að ná þessu sem sagt að menn gerir sér grein fyrir þessu svona á jákvæðan hátt hvað þetta kostar fyrir aðra notendur að reyna að finna lausn sem er ekki neitt einfalt að finna einhverju lausn sem að svona fólk getur sem hvetur fólk til þess að það ekki að leiði frekar en að síður mikið góða bönn það er svona til það er skeinsinn með samvinskuðu fólki Takk fyrir það. Þá ber ég tillagan upp þess að geta samþykkt gefamerki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liður 8 Brunavarnir Rangárvallasýslu. Það er fundargerð frá fundi stjórn nr. 56 lögð fram til kynningar. Liður 9 Brunavarnir Rangárvallasýslu. Fundur 57 lögð fram til kynningar fundargerðin og teknar út liðir. 9.1 rekstraráætlun Brunavarna Rangárvallasýslu BS 2019 og þar er tillagan að vísa rekstraráætlun Brunavarna Rangárvallasýslu BS til vinnu við fjárhagsáætlun Rangþings Ytra. Orðið laust. Engin kveður sér hljóðs, þess að geta samþykkt tillagan að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Og liður 9.2 endurnýjun slökkvistöðvar á Hellu. Brunavarnum Rangárvallasýslu BS stendur til boða. Kaup á fullbúinni slökkvistöð á Dilskálum 49. Það er tillaga að fela byggðarráði að fara yfir það tilboð í samráði við meðeigendur þannig að hægt sé að taka ákvörðun í tengslum við fjárhagsáætlun næsta árs. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillagan að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það liðir 10 tónlistarskóli Rangæinga BS, fundargerð fundi 9 lögð fram til kynningar og tillaga með rekstraráætlun tónlistarskóla Rangæinga BS verði vísað til vinnu við fjárhagsáætlun Rangþings Ytra. Orðið er laust þá tillögu. Engin kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þar liður 11 skipulags- og umferðarnefndar Rangþings Ytra fundur 6. Það er vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerð að öðru leyti staðfest. Og ég lesi þetta allt upp til að þið vita að það er athugasemdir en annars er litið á að afgreiðslan sé samþykkt samhljóða. Það liður 11.1. Nefsholt landskipti 2018. Það er niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar
Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landsskipti. Nefndin gerir heldur engar athugasemdir við nafn spildunar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samkvæmt samhljóða. Við liður 11.2 Maríuvellir landsskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landsskipti. Nefndin gerir heldur engar athugasemdir við nafn spildunar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samkvæmt samhljóða. Liður 11.3 Kelduholt landsskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landsskipti. Nefndin gerir heldur engar athugasemdir við nöfn spildana. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.4 Hjallanes 2 landsskipti 2018. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landsskipti. Nefndin gerir heldur engar athugasemdir við nöfn spildana. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.6 Vatnasvið Tungnár. Tillaga að friðlýsingu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir athugasemdir við afmörkun friðlýsts svæðis og óskar eftir nánari skýringum og forsendum afmörkunar. Jafnframt leggur nefndin til að heimild verði fyrir smávirkjunum á þeim stöðum sem skipulag segir til svo komast megi hjá ófyrirsjáanlegum afleiðingum ef notuð er olía og annað eldsneyti til orkuframleiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.7 Vatnasvið Hólmsár. Tillaga að friðlýsingu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir athugasemdir við afmörkun friðlýsts svæðis og óskar eftir nánari skýringum og forsendum afmörkunar. Jafnframt leggur nefndin til að heimild verði fyrir smávirkjunum á þeim stöðum sem skipulag segir til sem komast megi hjá ófyrirsjáanlegum afleiðingum ef notuð er olía og annað eldsneyti til orkuframleiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.8 Vatnasvið Markarfljóts. Tillaga að friðlýsingu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd gerir athugasemdir við afmörkun friðlýsts svæðis og óskar eftir nánari skýringum á forsendum afmörkunar. Jafnframt leggur nefndin til að heimild verði fyrir smávirkjunum á þeim stöðum sem skipulag segir til svo komast megi hjá ófyrirsjáanlegum afleiðingum ef notuð er olía og annað eldsneyti til orkuframleiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.9 Vindás breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða og nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og telur að falla eigi frá grenndarkynningu þar sem breytingin hefur engin áhrif á aðra en sveitarfélagið og umsækjanda. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.10 Grásteinn deiliskipulag nýrrar aðkomu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun hefur ekki áhrif á stefnu aðalskipulagsins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.11 Vatnskot 2 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.12 Hólavellir breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi en telur að samráð verði að hafa við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands og eftir atvikum Umhverfisstofnun og Matvælastofnun áður en tillaga breytingu verður auglýst. Tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.13 Kaldakinn deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.14 Stekkjarkot deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og það er samþykkt samhljóða. Liður 11.15 Efrasel 3E deiliskipulag.
Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send til birtingar í B-deild Stjórnartíðinda. Tillagan að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11.16 gaddstaðir íbúðasvæði í stað frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar. Skipulagsnefnd samþykkir framkomna lýsingu og leggur til að lýsing verði kynnt samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og 524 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Samhliða kynningu leggur nefndin til að endurskoðaður verði samningur við Skógræktarfélag Rangæinga. Tillagan að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Það eru liðið 12. Samþykkti Rangárþings ytra, endurskoðun, breyting á nefndaheiti og fleira. Þetta er fyrri umræða. Það er tillaga að breytingar verði gerðar á 47. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Rangárþings ytra, nr. 1275/2014, með breytingu nr. 197/2016. Þannig að heiti íþrótta- og tómstundanefndar verði heilsu íþrótta- og tómstundanefnd og einnig verði gerð breyting á texta héraðsnefnd Rangæinga í sömu grein þannig að tónlistarskóli Rangæinga BS verði tilgreindur sérstaklega þar sem hann hefur nú verið gerður að sérstöku byggðasamlagi og eins verði bætt texta öldungaráð sem hugmyndir að starfi undir hatti héraðsnefndar. Orðið laust þessa tillögu. Ekki þarfa. Já, takk fyrir. Eitt sem ég fór að velta fyrir mér, spurning hvort að það verði tekið bara fyrir í annarri umræðu, það er í 16. grein samþykktan okkar ritun fundargerða. Hvort við ættum að setja hérna að það líður sé sem stendur fundargerði sveitarstjórnar skulu vera aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins sem fyrst að afloknum fundi og ekki síðar en 2 virkum dögum frá því fundi lauk. Hvort að við ættum að hnýta þarna við sem sagt fundargerði sveitarstjórna og nefnda og koma þar inn einnig að skulu vera aðgengilegar ásamt fylgigögnum af því að sveitarstjórn hefur náttúrulega samþykkt að það eigi að vera fylgigögn eigi að fylgja. Hvort að það sé ágætt að hnykkja á því í samþykktum. Hvort að við eigum að setja þetta inn sem tillögu núna eða hvort við eigum bara að koma þetta inn í seinni umræðuna. Taka fundarhlé. Ágúst. Kannski bara tjá mig bara með það. Mér finnst þetta bara fín hugmynd sko. Og hérna það var ekki búin átt að með þetta væri ekki hérna inni. En svona í ljósi reynslunar frá því að við settum þessar reglur og þá getum við örugglega sett þetta inn. Og hérna nú er það samt þannig að þetta á þetta bara við það sem við vistum í okkar kerfi. Nú erum við mikið af þessum stjórnum, eða svolítið af þessum stjórnum ekki endilega í okkar kerfi sem við erum samt að taka inn á fundi hjá okkur sem listað upp í samþykktunum okkar sem við ráðum ekki alltaf við hvort það inn í okkar kerfi eða ekki. Það væri þetta gott að væri allstaðar, mér sýnist nú stefna í að allir taka upp svona kerfi þannig að þetta ávalið verður framkvæmanlegt sko. En mér finnst þetta bara fín til og ég legg til að hún sé bara lögð hérna fram og þannig að við getum þá hugsað málið og skoða þetta fram að seinni umræðu. Þannig að til þess eru þetta 2 umræður svona mikilvæg máli svo samþykkt sveitarfélagsins að það getur komið eitthvað fram í millitíðinni til að sem að við viljum bæta inn. Við erum ekkert að leggja fram sem sé endanlega texta núna bara heldur bara tillögur að þeim breytingum sem við viljum sjá. Þannig að við erum í sjálfsögðu ekki að fara að samþykkja neitt annað heldur en bara þetta lagt fram hérna til fyrir umræðu. Ég styð það allavega að þetta verði skoðað að breyta þessu. Tökum við bara með í það. Eigum við þá að forma það inn í texta, viljum við að setja þetta inn sameiginlega eða hvernig Kemur það ekki bara með þegar við erum búin að ræða það? Hvort þú viljið setja þetta inn í fundargerðina í texta líkt þetta tillögum. Ég var ekki tilbúin með neitt í rauninni, ég bara hjó eftir þessu þannig að ég vissi ekki hvernig þetta yrði sett fram í fundargerð, hvort það þyrfti að koma með tillögur núna eða hvort við myndum bara ræða þetta, koma svo með húst. Já, það er svona spurning að þú ert með tillögu, þá getur við bara sett hann inn í, það er ekkert mál, en
annars getum við líka bætt þess inn í fundagerðina, það er alveg hægt. Já, hvort við eigum núna við getum alveg tekið fundarhlé. Er það ekki bara þannig að við getum bara, þetta er bara einsetning? Já, ég er ekki búin að skoða, takk fyrir. Það leysir tillöguna endurskoðun samþykktar rannsókning setra. Tillaga er að breytingar verði gerðar á 16. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins að rannsókning setra nr. 1275/2014 með breytingu nr. 197/2016. Þannig að við lið 2C bætist að fundargerðum sveitarstjórnarnefnda og stjórna fylgi fundargögn sem ekki falla undir trúnað. Einnig verður 47. grein breytt þannig að heiti íþrótta- og tómstundanefndar verði heilsu íþrótta- og tómstundanefnd. Þá verði gerð breyting á texta héraðsnefnd Rangæinga í sömu grein þannig að tónlistarskóli Rangæinga BS verði tilgreindur sérstaklega þar sem hann hefur nú verið gerður að sérstöku byggðasamlagi. Og eins verði bætt texta öldungaráð sem hugmyndin er að starfi undir hatti héraðsnefndar. Þetta hér með lagt fram til fyrri umræðu og við förum í lið 13. Kjörna fulltrúa og greiðslur fyrir nefndar störf. Það er endurskoðun kjarasamninga reglur og í tengslu við fjárhagsáætlun næsta árs. Það er tillaga lagt til að kjörna fulltrúa og greiðslur fyrir nefndarstörf verði óbreytt frá því sem þau hafa verið frá 1. nóvember 2016 samanber samþykktir sveitarstjórnar þarum. Orðið er laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Það er svo sem nýbúið að skoða þessi kjör okkar og endurskoða. En okkur ber að gera þetta hverju ári í tengslum við fjárhagsáætlun. Við veltum fyrir okkur varðandi kjör formanna nefnda hvort að þar sem að hver nefnd er núna komið með starfsmann sem að ber svona hitan og þungan af undirbúningi funda og öflun gagna og þess áttar. Hvort að sé rétt að halda þeim óbreyttum eða allavega að skoða það fyrir þá fjárhagsáætlun næsta árs að skoða þetta, hvort þetta sé meiri reynslu komin á þetta. Og eins erum við að skoða, höfum við svona smá pælingar með laun oddvita varðandi vinnuframlega því að maður svona sér ekki, það er ekki mjög sýnilegt enn sem komið er svona hvaða vinnuframlag stendur á bakvið þessi 30% af þingfararkaupi sem eru tæp 300.000 á mánuði. Okkur finnst rétt að endurskoða það, kannski bara aðeins að ræða það hvað liggur að baki þessum launum. Því að þetta er nú gert svona í nágranna sveitarfélögum ofta að annarkvort er hlutfall oddvita aukið eða lækkað og ýmis gangur á því hvort að fólk kannski taki sér leyfi í annarri vinnu eða bæti svo bróðan á sína fyrri vinnu. Þannig að þetta er bara svona þetta er svona hugmyndir. Ég er ekki með fastmótaða tillögu og ekki svo sem með tillögu gagnvart þetta. Ég vildi bara velta þessu upp eða við. Takk. Takk fyrir það. Fleiri sem vilja slega sér hljóð sem þetta? Ágúst? Já, og þetta er auðvitað eitthvað sem þarf alltaf að ræða og velta fyrir sér hvernig þetta á að vera. Þetta er auðvitað erfitt hlutskipti að þurfa að ákveða þetta sjálf. Ég held að sé nú allir sem eiga hálfgert í brasi með það en það er bara skylda okkar að gera það. Og það er alveg rétt sem að koma fram að þetta var skoðað mjög mikið á síðasta ári og tengslum við eins og við munum hækkun á þingfararkaupi sem að margir voru ósammála eða þóttu vera mikið í lagt. Langflest sveitarfélögin hafa verið tengt þingfararkaupinu en í ljósi þess hvað það hækkaði mikið í einu skrefi, hvaða skoðun sem maður hefur svo sem á því hvað það á að vera, að þá var það aftengt hjá mörgum sveitarfélögum, þar með okkar, eftir að við vorum búin að skoða þetta heilmikið. Þannig að hækkunin var mun minni hér heldur en þingfararkaupin rétt 29% saman voru 44% ef við hefðum bara haldið áfram með sömu reglum. Þannig að það var ákveðið að aftengja þá og jafnframt var sett svo regla sem að hver sveitarstjórn getur breytt að við myndum endurskoða þetta í tengslum við fjárhagsáætlun hvers árs og erum þá að því núna í fyrsta sinn
og þannig að mér, og vildi bara þetta kemur fram og síðan finnst mér finnst nefndastarfið okkar fara mjög vel af stað. Mér finnst nefndirnar mjög virkar og við viljum það, svo sannarlega. Og auðvitað eru þessi nefndalaun meira tákgræn heldur en að vera einhver raunveruleg laun. Þannig séð, þetta er sjálfboðaliða starf að hugsað og svona samfélagslega skylda. En þetta er samt einhver umbun fyrir að standa í þessu. Og mér finnst þetta nefndastarf fara gríðarlega vel á stað og ég myndi allavega vera mjög því hlynntur að við myndum ekki hreyfa við þessu eins og við höfum haft það. Við höfum formenn nefnda hafa fengið heldur aðeins meiri umbun heldur en almennir nefndamenn, en það hvílir starfið auðvitað á þeim ásamt með starfsmanni sveitarfélagsins. Það hefur hins vegar greinilega verið til mikilla bóta að svona ná því að tengja starfsmann við nefndirnar. Þannig að menn sé ekki alveg einir í þessu að undirbúa þetta og í það minnst að fer nefndastarfið vel á stað og er mjög líflegt. Þannig að mér myndi ekki þykja þetta rétti tímapunktur svona allavega til þess að fara að endurskoða þessi laun nefndarformanna til lækkunar. Mér finnst það ekki rétt skilaboð þegar það er svona rífandi gangur í málinu. Og kannski líka bara almennt þetta að við vorum í þessari vinnu okkar þegar við vorum að skoða launin síðast, að þá forvitnuðust við það hvernig þetta er hjá öðrum sveitarfélögum. Það gera það allir. Það er alltaf verið að spurja hvernig þetta hjá ykkur og maður er að senda gögn það. Þannig að við höfum ágætis svona yfirlit það og Samband íslenskra sveitarfélaga hefur líka tekið saman gögn þetta. Og þetta er auðvitað reynt að hafa þetta bara í takti við það sem gengur og gerist í öðrum sveitarfélögum. Og við erum alveg í ágætum takti við það eftir því sem ég best veit. Bæði hvað varðar nefndarlaun, laun sveitarstjórnar og laun oddvita. En þetta er misjafnt. Sums staðar er þetta náttúrulega stærri sveitarfélögum er þetta meira, starf eða svona nær því en minni sveitarfélögum eru þetta með þetta í minni skala. En svona sveitarfélögum sem eru nokkurn veginn á okkar stærð, þar er þetta svipað. Takk fyrir það. Steinþór. Já, ég finnst þetta ágætis vinnulega að taka þetta alltaf árlega upp. Það var ekki endilega að vera mittlaði stein, en mér finnst ekki óeðlilegt fyrir oddvita að hann sé með svona einhvers konar afmörkun fyrir þetta teljast góð laun fyrir mitt starf á leikskóla. Ég fæ 300.000 kall á mánuði fyrir 100% starf og það liggja ákveðnar kröfur á það. Mér finnst ekki óeðlilegt að skoða það hvort ekki þurfa að vera eitthvað sem segir til hvað í þessu felst. Og eitthvað svona, ég er ekkert að segja að það getur vel verið að segja hellings og örugglega í baksviðinu sem maður sér ekki og kannski er engin eftirspurn og íbúum eftir viðtölum við oddvita beint. Mér finnst allavega eðlilegt að láta á það reyna með kannski föstu viðtalstíma eins og tíðkast að minnstakosti ásvarhrepp. Ég skal ekki fullera að ég þekki það ekki bólsvætlega eistra. En mér finnst svona eðlilegt að bara skoða það hvort að ekki þurfa að vera einhvers konar meiri sýnileg afmörkun á störfum oddvita. Ég getum kannski bara svara því að oddviti verður við öllum beiðnum viðtöl og hefur tekið viðtöl. Þannig að það er á hreinu með það. Það eru fleiri sem vilja tjá sig kannski tillögu. Það er þetta. Já, kannski svona til að gera þetta sem sagt nefndastarfin, ég held að það sé ágætt að halda þeim allan óbreyttum því að nefndirnar eru kraftmiklar og þetta er svo sem bara svo Ágúst kom inn á, þetta er eiginlega sjálfboðið að vinna. Þannig að en það væri kannski líka bara fróðlegt fyrir okkur kjörna fulltrúa að til dæmis í upphafi hvers sveitarstjórnarfundar oddviti myndi þá gera grein fyrir sínu störfum, bara hvað líkt á sveitarstjórn. Þetta hefur tíðkaðist áður svolítið að oddviti gerði grein fyrir störfum sínum milli funda. Þetta er bara svona upplýsandi og svona, já, bara upplýsandi fyrir okkur kjörna fulltrúa að vita svona hvað viðkomandi er að starfa við þetta og á hvað fund er að mæta og svona. Þetta
það er ýmislegt sem er einmitt í gangi í baklandur sem maður sér ekki og já, takk. Örstutti og svo oddviti svo það sé að reyna þetta er ekki beint eitthvað sérstaklega gegn. Þetta er bara oddvita starfið sem er slíkt bara. Akkurat, þetta er ekki ekki persónuleg. beint gegn tilefnið alls ekki sko. Þetta er bara svona eins og allt er í sveitarstjórnum, allt í skoðun. Já, algjörlega. Heitir þetta ekki á fagmáli starfslýsing eitthvað svoleiðis? Það er náttúrulega til hann inni. Heyrðu, þá ber ég tillögun upp. Þeir sem geta samþykkt tillögun að gefa merki. Hvað fann þetta? Lagt til að kjörinn fulltrúa og greiðslu til nefndastörf. Tillögun að samþykkt samhljóða. Liður 14. Erindi vegna byggingar raðhús fyrir aldraða. Það er umsókn Neslundar stofnframlag til Íbúðalánasjóðs og sveitarfélagsins. Neslundur EHF fyrir hönd Guðrún Túns Hs hefur lagt til umsókn til Íbúðalánasjóðs stofnframlag, samanber sérstakar reglur þar og jafnframt hefur félagið lagt inn umsókn til sveitarfélagsins 12% mótstofnframlag sveitarfélagsins, samanber reglur þar er að byggingu 4 íbúða í Guðrúnartúni 5A til D á Hellu. Og stofnvirði íbúðanna er 100.744.715 og eru íbúðanar 80 fermetrar og ætlað til útleigu til tekjulágra og fatlaðra. Umsóknin uppfyllir öll skilyrði sem sett eru í reglum sveitarfélagsins ráðning setra stofnframlög og það kom fram tillögu að sveitarfélagið samþykki að leggja til umbeðið stofnframlag með fyrirvara að Íbúðalánasjóður samþykki umsóknina einnig. Byggðarráði verði falið að útfæra sérstakan viðauka við fjárhagsáætlun gangi þetta eftir. Orðið laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögun að gefa merki. Tillögun samþykkt samhljóða. Liður 15. Skjalavistun, fundargerðir og aðgengi að upplýsingum. Aðgengi að gögnum, þróun varðandi íbúagátt og fleira. Það er lagt fram minnisblað sveitarstjóra erindi sem berast sveitarstjórn og tilboð frá One System One Land Robot. Það er tillöga að bókun sveitarstjórn leggur áherslu á að erindi til sveitarstjórnar berist til sveitarstjórnar fulltrúa sem fyrst að lokinni skráningu og skrifstofu sveitarfélagsins þannig að sem bestur tími gefist til að kynna sér mál. Byggðarráði falið að greina betur hvort tímabært sé að taka upp One Land Robot. Orðið laust. Já, þetta er bara fín bókun og ágætt að fá svona minnisblað. Velti fyrir mig þarna á síðasta fundi sveitarstjórnar þá lagði álýstin fram tillögu sem sagt bætt aðgengi fundargagna og svona skilvirkari. Spurning hvort að hún sé tekin þarna undir og hún sé bara afgreidd því að henni var frestað til þessa fundar hvort hún eigi heima þarna undir. Þetta fellur þar undir. Þannig að ég finna hana. Hvort þið viljið að hún sé tekin þarna undir og bara afgreidd, þannig að sé hún þetta bara. Já, getur fundið hana. Það er kannski getur. Já. Það er kannski getur fundið hana. Þetta er gefið undir. Afgreidd hana. Ég hef verið að fletta af söpabíðan og kannski sagt þetta kannski verða til þess líka að það mætti alveg koma meira frá sveitarfélaginu að erindin berist svolítið kannski samræmi við. Við erum orðin ansi gott svona rafrænt kerfi að þeir sem senda inn erindi séu kannski bara bent á svipað við skipulagsnefndið að kemur illa búið erindi þá er það kannski bara vísað tilbaka ekki að erindi berist ekki kannski símlega bréflega og að þú ætlar að hafa formlegt erindi til sveitarstjórnar þá berist það bara með ákveðnum hætti til skrifstofunnar. En ekki svona hvernig sem er að það sé kannski ekki bara tækt erindi sem kannski kemur ekki síma og verður að hafa bara eftir réttu boðlum þá er alltaf orðið miklu betra að halda utan á það.
Já, þetta er alveg rétt hérna, það var sem sé þessi tillaga var síðast, eins og kemur fram í þessu minnisblaði sem er hérna. En sveitarstjóri var með minnisblaði sínu að reyna að gera grein fyrir hvernig þetta gerist nú svona bara hjá okkur í sveitinni. Það erindi koma með ýmsum hætti, þau koma alls ekkert alltaf sko, eitthvað alveg fullbúin í einhverju sérstöku formi, þau berast með ýmsu móti. Og við höfum nú reynt að aðstoða fólk við að koma þeim á það form að þau séu þá hægt að taka þau fyrir. Eins og ég held allir geri bara. Hérna. Þannig að hugsunin var nú kannski bara svo að það sé ekki gerð krafa það að allt sem best, að það sé sendt bara, hvort það eru tölvupóstar eða hvað. Það þurfi yfirleitt að gera eitthvað áður heldur en að það sé hægt að senda úr sko vonkerfinu fullbúið mál. Og það er ekki neitt annað sem vakir fyrir mér sem sveitarstjóra með þessu minnisblaði heldur en bara skýra út hvernig þetta gerist. En síðan er hins vegar viljinn til að gera betur auðvitað til staðar. Og í rauninni þessi tillaga sem kom fram hérna, sem með leyfi oddvita orðast þannig, lagt til að gera verið ný regla um móttöku erinda til sveitarstjórnar sem felst í að erindi verið sendt áfram til sveitarstjórnarfulltrúa strax að lokinni skráningu á skrifstofu sveitarfélagsins. Það er svolítið, það er í mörgum tilfellum mjög erfitt. Það þýðir ekkert endilega að það berist fyrr. Það tekur eitthvað tíma að koma því í gegnum skráningu. Það er það sem ég er að segja. En síðan leið og búið að skráða þá er sjálfsögðu getur að farið á alla sveitarstjórnarfulltrúa. Og sum erindi eru þannig að maður þarf að velta fyrir sig eða eitthvað erindi fyrir sveitarstjórnarfund eða ekki. Og við höfum verið að taka upp þá vinnureglu okkar að búa til frekar fleiri mál en færri. Það er að segja búa frekar bara alltaf til mál þó að það sé bara eitthvað pínu lítið og það fari þá í gegnum allt kerfið. Og þannig að þetta hefur nú verið að batna en þetta má gera betur. Og í rauninni ég má bæta aðeins við, afsækja hvað ég tala lengi. En ég má bæta við að þá mætti líka hugsa sér það að sem sé við vitum hvernig fundagerðir eru núna vistar allavega þar sem við tökum að okkur í gegnum vonkerfið að þær eru strax ínáanlegar og maður getur strax lesið þær en það eru auðvitað bara skipulagsatriði að tína þær inn á til dæmis sveitarstjórnarfund bara strax þetta stofna fund bara núna á eftir og fara að tína fundagerðir strax þar inn ef það er þægilega. Þannig að sveitarstjóri er tilbúin að lofa bót og betrun í því að þetta gangi hraðar fyrir sig. En sum erindi þarf bara að vinna aðeins áður heldur en þau geta farið beint í útsendingu. Takk fyrir það, Steindór. Já, við áttuðum okkur einmitt á því að þessi til að þetta gæti kannski misskilist að það kæmi inn erindi og það er sent nánast tölvupóstur til allar. Það var alls ekki, en til dæmis nú er skipulagsnefnd og það er sveitarstjórn og allt þetta og við sáum svona fyrir okkur bara hólf sem héti innsend óafgreidd mál, sko, það sem að væri hægt að henda svona allir inn í og svo tína sveitarstjóri og oddviti út þau mál sem að eiga að fara fyrir viðkomandi fund og þá sem sagt það væri náttúrulega strax til bóta að fá fundagerði því þá er þessi tími sem að hefði maður tíma strax af því þetta var svona reynd að gera þetta svolítið á tímabili það svona léttir tölvöld vinnuna heldur að fá þetta allt í einu pakka og sum mál eru bara það svona margir fletir og maður þarf virkilega að velta þeim fyrir sig og vera sér saman við aðra hvað sé góður flutur á hana. Þannig að það var ekki, þetta lítur svolítið út fyrir þess að við fara tölvupóstur beint út sem er alls ekki það sem við áttu við. Sko. Þannig að þessi til áttu nú verða orðið aðeins öðruvísi, aðeins þrengra. Takk fyrir það, Ingvi. Já, sko, það sem er kannski líka svolítið þegar maður er að eins og núna þegar maður tveimur dögum fyrir fund kemur þetta allt inn og sko þú þarft talsvert mikið tíma til þess að lesa og fara yfir og það er kannski sumt að því gæti maður verið búið með ef það kæmi fyrr því þegar maður er líka í annarri vinnu
og þetta svona væri voðalega gott ef að málin kæmu inn fyrr, þannig að maður gæti alltaf verið búið að lesa fyrr svo málin sem að koma inn. Þannig að maður bara búin að hefur lengri tíma til þess að vinna vinna þau og skoða þau. Sem því þá maður kemur betur undirbúin á fundina. Er það, Margrét eitthvað? Já, takk fyrir. Það er spurning hvort að við værum þá ekki bara myndum setja fram breytingatillögu, kannski fá fundarlið svona til að ræða við félaga, en þess efnis sko lagt til að fundagerðir og erindi til sveitarstjórna verði sett inn í One System fundargáttina leið og þau berast. Hvort við ættum að taka fundarlið aðeins og já, að við fengjum aðeins fundarlið. Já. Takk. Fundarlið. Ekki spurning. Það var liður 15 skjalavistum fundagerðir aðgengi upplýsingum. Liður 15.1 One System fundarkerfi. Á síðasta fundi sveitarstjórnar lagði áherslu fram tillögu One-kerfið undir liður 7 sem var frestað. Tillagan er lögð fram hér í lítillega breyttri mynd. Og það er semst lagt til að sú regla verði tekin upp á næstu fundi sveitarstjórnar og byggðarráðs verði stofnaðar í fundagátt strax að afloknum fundum, þannig að safna megi þangað erindum og fundagerðum jafnóðum og þau berast. Hún er borin upp til atkvæða þessi tillaga, þess að geta samþykkt gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða og bókun sveitarstjórnar við þessu sveitarstjórn leggur áherslu á að erindi til sveitarstjórnar berist til sveitarstjórnar fulltrúa sem fyrst að lokinni skráning á skrifstofu sveitarfélagsins, þannig að sem bestu tími gefist til að kynna sér mál. Tillagan borin upp til atkvæða þess að geta samþykkt gefið merki. Samþykkt samhljóða. Liður 15.2 One-land Robot. Byggðarráði falið að greina betur hvort tímabært sé að taka upp One-land Robot. Já, og orðið laust um tillögu. Margrét? Já, takk. Kannski bara þarna áður að við þurfum kannski ekki að samþykja bókun sveitarstjórnar, er það? Bara ákvaðum að setja það fram. Já, ok, við viljum bara hafa það aftur samþykkt samhljóða, ekkert mál. Það er bara... Svo það sé bara á hreinu. Já, fínt. Það er bara, já, ekkert mál. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá er það liður 16 erindi og fyrirspurnir frá álista. Fyrirspurnir varðandi gámuvallar þrúðan 18. Ég hef ekki fylgjað þessu eftir. Jú, takk fyrir það. Herru, við erum allan bara með fyrirspurn varðandi, já, gámavöllin í Þykkvabæ. Við höfum nú spurt ítrekkað gámasvæði í Þykkvabæ, hvort það sé búið að ákveða hvenær eigi að standsetja eða hvort það eigi að gera það. Kannski ef það á ekki að gera þetta þessu ári að eins og við komum hérna inn við viðauka að þá þarf náttúrulega bara kannski að láta það berast, að fólk sé ekki að búast við einhverju sem er búið að ákveða í fjárhagsáætlun þess árs, en svo er það ekki framkvæmt og á kannski ekki að gera það. En það þarf þá að koma þessum skilaboðum til íbúa. Þannig að við vildum bara fá svar með það hvort það sé búið að tímasetja staðsetninguna á þessu gámasvæði. Þannig að ég vil ekki bara byrja á því, bara þá svar. Ágúst. Já, nei, það er ekki búið tíma að setja það, nema bara það stóð til að gera það á þessu ári. Það styttist náttúrulega svo tími sem við höfum, en það er svona tæplega 1/7 eftir árinu. Þannig að það er ennþá hægt, en það er ekkert tekin inn ákvörðun annað að þetta verði gert. Það er bara þannig. Takk fyrir það. Margrét? Já, takk fyrir þetta. Það er kannski allt í lagi að setja þá inn, þegar ég sendi inn þessa fyrirspurna þá var ég með spurningu hvenær á að standsetja gámasvæði Þykkvabæ sem gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins 2018. Og kannski setja þá setningu inn í fundagerðina, þannig að sé gámasvæði Þykkvabæ og setja inn. Þú finnur þetta bara í fundagögnunum. Bætum við við. Ekki fyrirspurn í rauninni. Bætið inn í fundagerðina bara? Já, flott. Finnur þetta bara í fundagögnum, já. Ok. Það er 16.2. Já, þá 16.2 þá vorum við einnig með svona fyrirspurn eða svona beiðnum umræður framtíðarnotkun á þrúðvanga 18. En á 11. fundi sveitarstjórnar núna í vor
aprílfundi þá var ákveðið meirihluti sveitarstjórnar að festa kaup á Þrúðvangi 18. Og hefur ekkert verið rætt í rauninni hvað eigi að gera við þetta. Það hefur verið í umræðunni, maður hefur heyrt þetta út í samfélaginu og sveitarstjóri hefur talað það inn á öðrum fundum að það eigi opna þarna leikskóladeild, en við söknuðum svolítið að sveitarstjórn hafi aldrei rætt þetta. Hvað við viljum, við höfum ekki séð neina kostnaðartölur með hvað kostar að standsetja þarna leikskóladeild þannig að við höfum í rauninni ekki tekið afstöðu til þess sveitarstjórn í heild sinni. Og við vorum nú alltaf að bíða eftir að þetta kæmi nú inn á okkar borð frá meirihluta eða frá starfsfólki. Það hefur ekki komið inn og svo er maður farin að sjá að það búið að reisa þarna girðingu við húsið og við vitum ekki, þetta hefur ekki verið rætt hérna og það er aðalega það, bara við óskum eftir að fá bara svona hverjar eru framtíðarplön með Þrúðvang 18. Þannig að það er í rauninni bara útgangspunkturinn. Takk fyrir það. Ingu? Hefur þetta, svo ég spyr þú ert formaður byggðaráðsali, er þetta eitthvað inn á, þetta hús eitthvað inn á fjárhagsáætlun næsta árs sem verið að vinna í eða? Já, náttúrulega sko í fjárhagsáætlun leikskóla minnum við að það sé nú gert ráð fyrir þessu, bara ekki. Ég er nú helst á því, en það er alveg rétt að það er ekkert mjög mikið búið að fjalla kostnaðinn við þetta sko. Sem þetta standsetja þetta. Hann verður ábyggilega einhver. Mér skilst þetta að þessi girðing sem hann var hérna, það sé nú eitthvað sem var til var hérna, þannig að það þurftum ekki miklu í að bæta. En auðvitað kostar þetta allt eitthvað. Takk fyrir það. Útudið. Sem sé það hefur nú svo sem alveg legið fyrir að tilgangur með því að kaupa húsið svona til skemmri tíma var að leysa plássleysi í leikskólanum. Ég meina það hefur komið fram í mörgum fundagerðum og ekkert verið neitt leyndarmál. Þó að það sé ekkert eitthvað til lengri tíma þá var þetta gert til þess að tryggja okkur það er hægt að finna það. Örugglega mætti ræða meira þetta en sem sé planið hefur bara verið þetta að þetta er hús sem er frekar einfaldlega innréttað og tiltölulega auðvelt að breyta því. Þetta er svona, þarf í sjálfu sér kannski ekkert að gera mjög mikið, þó eru ákveðnir þættir sem þarf að ráðast í. Það þarf að laga klósett og það þarf auðvitað að setja upp létta veggi og það er ekki komin kostnaðaráætlun nákvæm á því en við höfum gert ráð fyrir því að hún myndi rúmast innan bara áætlunar ársins 2018 en síðan þarf það auðvitað að taka það fyrir sérstaklega hjá sveitarstjórn. Það sem hefur kannski tafið þetta mál er bara það að fá húsið til að geta byrjað á því sem við höfum áhuga á að gera og þannig að það hefur tafist að þeir sem það plan sem lagt var upp með að þeir sem eru þarna, við erum þá leigjendur okkar í rauninni frá 1. september þegar við fengum húsið afhent, að þeir kæmust inn í pláss sem að þeim hefur verið lofað hérna í bankanum. Það er nú pláss fyrir þessa starfsemi og passar ágætlega þar inn og við hefum verið í sambandi við þessa aðila og verið að reka á eftir því að það svona gengi hraðar en það hefur bara gengið mjög hægt, það verður bara að segja þess verð. Og þannig að við vorum að okkar plön gengur út frá því að við getum svona byrjun október farið að átta okkur betur á þessu hvað við þurfum að gera nákvæmlega þó við séum auðvitað búin að vera að skoða þetta fram og tilbaka. Ég vona það að þetta sé að gerast núna bara á næstu dögum að sem sé húsið verði losað þannig að við komumst í þetta. Til þess að vinna tíma ákváðum hins vegar að setja upp girðingu sem við áttum þannig að ég meina við gátum farið allan að vinna í því. Við áttum þetta þannig að það þurfti ekkert að leggja út fyrir því sérstaklega
og það þurfti hvað sem að gera þetta ef þetta ætti að nýtast eitthvað fyrir leikskólan. Þannig að það var bara gert og en hins vegar endanleg áætlun eða réttara sagt þá bara tillaga þá viðauka sem þarf að koma. Hún þarf auðvitað bara að koma á næsta fundi í Byggðarráðs og hann eftir 2 vikur. Það bara síðustu forvöð í því. Og en við höfum verið að reyna að búa í haginn þannig að það væri hægt að gera þetta eins hratt og hægt. Hugmyndin var alltaf þess að þetta opna nýja leikskóladeild. Það var bara hugmyndin. Og eins líka flytja ákveðna starfsemi úr gamla leikskólanum og yfir þarna, skrifstofu, hald og slíkt, mögulega sérkennslu. Og það var hægt að nýta bara það sem það þarf ekki að breyta því mikið. Þannig að þetta ekki stórkostlegar framkvæmdir en vissulega engu að síður þarna eitt af það sem þarf að gera, það er ljóst. Þannig að ég myndi gjarna vilja hafa þetta í annarri röð og betri röð en svona þetta bara. Og við erum auðvitað bara að hlúa að leikskólanum okkar hér og passa upp á það að við getum tekið á móti öllum þeim börnum sem óska eftir því að fá að vera á skólanum. Það er okkar stóra takmark í þessu og koma svo fram með þessi endanlegu plön eins hratt og mögulegt og í síðasta lagi þá á næsta Byggðarráðsfundi. Þannig staðan. Það er ágætt að fá þetta svona fram hérna svo að maður svona það er eins og maður hefur verið spurður með þetta og maður hefur verið að svara já, það er bara aldrei búið að minnast á þetta og þeim fundum sem ég hef verið á þannig að ég get eiginlega ekkert svarað nema bara sem ég hef heyrt og ég veit jafn mikið þú þannig að þetta er bara svo maður viti eitthvað þegar maður er spurður og geti svarað í konkrét þetta sé ekki bara orðrúmur sem maður heyrir hér og þar og maður viti það geti svara sem sagt eftir bestu samvisku þetta er bara það sem ég veit það er svolítið þetta hefur ekkert þetta mál með þetta hús allavega sko eftir að ég kom hér þá hefur þetta aldrei verið rætt þannig að maður vissi aldrei neitt beint. Takk fyrir það. Það er fín umræða þetta, Albjört. Já, takk fyrir bara þetta, eins og segi. Það er gott að fá þetta upp á borði líka bara og hlakka til að sjá svona kostnaðaráætlun og ég til að Byggðarráð þetta bara kannski fara að skoða þetta líka. Skoða húsnæði, maður er nú ekki einu svona komið inn í það nema bara sem svona íbúð út í bæ að fara inn í KPMG. En sveitarstjóri vitnar í það að þetta hafi margoft komið fram í fundargerðum. Eina sem ég fann þetta nefnilega í fundargerð var á marsfundi að það væri þá er svona bókað að það sé sko að staðsetning hússins er þannig að það gæti verið ákjósanlegt að setja upp nýja leikskóladeild í tengslum við núverandi starfsemi. Sko, við höfum nefnilega ekkert bókað þetta þótt þetta kannski hafi verið mikið rætt á forstöðumannafundum og alls konar fundum en ekki hérna innan sveitarstjórnar og ég saknaði þess og við söknuðum þess því að þetta er svona virkilega þetta er stórt mál sem þarf náttúrulega að skoða og þetta vill maður að hafa nægt leikskólapláss en við verðum náttúrulega líka samt að hafa í huga að það þýðir ekki bara að auka húsnæði, það er náttúrulega það sem kemur kannski að okkur sem sveitarfélagi, við getum lagt til húsnæði, sveitarfélagi Rangárþing ytra, svo segir Oddi reksturinn í því. En við þurfum náttúrulega líka samt að skilja það að stundum fæst ekki starfsfólk. Fagmennta starfsfólk, við erum náttúrulega langt undir náttúrulega landsmeðaltali eins og reyndar flest öll sveitarfélög í landinu að við erum ekki með nægilegt hlutfall af fagmenntuðum starfsmönnum í leikskóla. Þannig að maður þarf samt líka, það er ekki bara nóg að hafa húsrými, þó svo vissulega sé það kostur, að það standi ekki í vegi fyrir að taka inn börn á leikskóla. En við þurfum náttúrulega líka samt að hafa, að íbúar séu meðvitaðir um það, við verðum að hafa hæft starfsfólk til þess að sinna þessum börnum. Já, annars er þetta bara svolítið svona glabræði að vera reka hálfgerða gæsluvelli, sko. En ég tek samt fram að náttúrulega starfsfólk leikskólans hérna sem og upp á Laugalandi er náttúrulega bara mjög gott. Ég hef mikla reynslu af því bara sem móðir. En bara fínt að fá þetta upp á borð því að þetta hefur ekkert verið tekið fyrir hjá nýrri sveitarstjórn
og var lítið rætt á fyrirverandi kjörtímabili. Ég satt þá í sveitarstjórn líka og þetta hefur aldrei verið sett niður á blað hvað á að gera við þetta hús, þótt að mikið hafi verið talað. Takk. Ágúst. Já, og þú ert búin að bæta því við, þetta er auðvitað alveg rétt sem Margrét Helber að segja, þetta þarf haldast í hendur, það þarf að vera til fólk til þess að sinna og starfa á leikskólanum og síðan þarf auðvitað að vera líka aðstaða og við erum auðvitað að reyna að tryggja hvoru tveggja og það standi örugglega ekki á þessu að það sé þá möguleiki ef að það gengur eftir sem við erum að vona, að það sé hægt að eins og fjárhagsáætlun 8 er sett upp ráða fólk til að stofna nýja deild. En í sjálfu sér veit maður það ekki 100% þó hvort að það tekst, þó ég hafi fulla trú á því og við stefnum ótrúið að því. En það er bara alveg hárrétt að þetta hefur ekkert verið kannski mikla bókanir þetta, það er alveg rétt, en ég held að fólk hafi alveg verið meðvitað þetta. Þetta hefur verið rætt mjög mikið sko. En kannski hefur lítið verið bóka vegna þess að bara hvernig málið hefur þróast. Þetta hefur svona seinkað. Og eins á tímabili vorum við svolítið í vafa það hvort að við ættum að hvort okkur tækist að manna stöður. En staðan er betri núna heldur en hún hefur verið með mönnun. Þó að alltaf getum verið betri og okkur vanti fleiri fagmenntaða og allt þetta. Þá engu að síður er hún betri heldur hún hefur verið á undanförnum árum sem betur fer. Þannig að vonandi tekst þetta bara. Það er nú aðalatriðið finnst mér. Steindór. Örstutt spurning, hefur þetta svona verið unnið alveg frá upphafi í ykkur samráði við skólastjórnendur eða eru þeir svona með í þessum plönum eða er þetta bara eitthvað sem hefur verið unnið á skrifstofunni? Hefur af því að það svona litla sem ég heyri er að fólk virðist vera ekki ánægt með þetta. Þetta er náttúrulega bráðabirgðalaust náttúrulega. Slíkan er verið að vinna þetta með þessar stjórnendur skólans. Ágúst. Já, þetta er unnið með stjórnendur skólans. Það er þannig frá fyrstu mínútu sko. Þannig að við erum ekkert bara í einhverju skrifstofuleik með þetta, það er ekki þannig. Að sjálfsögðu með stjórnendur skólans, það er ekkert gert öðruvísi. Takk fyrir þetta. Eitthvað fleira þetta? Svo ekki, þá förum við í lið 17. Það er landsmót 2020, það er óskar stuðning vegna undirbúnings. Erindi fyrir Langabökkum vegna landsmóts á Hellu 2020. Og þar er til að taka jákvætt í erindið og byggðarráði falið að vinna málið áfram og leggja fram tillögu fyrir sveitarstjórn í tengslu við gerð fjárhagsáætlun næsta árs. Orðið er laust. Steindór. Þetta er kannski svona eitt af þeim málum sem maður hefði viljað ræða við fyrstu sín er þetta bara fínt sko, en svo koma svona margar spurningar eins og það kemur alltaf ekki fram þarna en hvernig þetta er lagt fram sko, þá er ég veit ekki hvað þetta er mikið svona opið sko, en þá er náttúrulega rætt að þetta sé stuðningur í formi svona vinnuframlags og þá erum við að spá í hvað verður vinnuframlagi sem er lagt til hliðar á meðana því að það sýnst að það sé alveg full bókaður þessi góði starfsmaður. Þannig að maður svona, ég myndi bara, það er hlýtt að vísa þessu til byggðara sem það er að nóg við getum látið það sem er jákvæða neikvæða. Þetta er ákveðið alltaf fordæmi fyrir kannski aðra, þannig að við þurfum kannski aðeins að fara svona rólega í hvernig best er að styðja við Rangárbakkar vegna landsmóts. Ég sé að við erum svona skoða það bara frá kannski fleiri hliðum og ágætt að gera það í byggðarráði. Þannig að svo bara leggja til að klippa hana fram á þess og leggja þetta bara fyrir byggðarráð til að vinna þetta áfram. Að þau viti geti að við fallist á þessu sem vísa þessu áfram. Takk fyrir. Takk.
Ingjörð. Já, Steindór kom nú bara inn á nánast það sem ég ætlaði að tala um vegna þess að það sem ég velti fyrir mér og ég ekkert neikvæður gagnvart þessu. Vill bara að þetta verði skoðað því að náttúrulega okkur vantar líka svolítið að halda markaðs- og kynningarfulltrúanum okkar og hann vinnur gott starf og það náttúrulega verður eitthvað að sitja á hakanum. Hvort að það hægt að færa það eitthvað til, veit maður ekki. Og svo náttúrulega það líka sko með fordæmisgildi. Kemur kannski golfklúbburinn næst og við erum að halda Íslandsmót, fáum við ekki sama. Og þetta svona eiginlega velti fyrir sig hvernig á að tækla þetta gagnvart framtíðinni. Þó ég hafi sjálfur sér ekkert þanniglega á móti þess að þetta bara svona þessar spurningar og svo náttúrulega líka við náttúrulega erum svo sem líka að styrkja held ég ágætlega við bakið á þeim. Þeir ekki fasteigna gjöldin sem sagt afsláttur á þeim eða fellt niður og þannig að þetta er líka bara hvernig komum við með þetta. Hvernig bókfærum við þetta? Er þetta bara styrkveiting? Takk fyrir það. Ég get þá tekið út hérna og haft þetta bara tillögu því að byggðarfélagið að vinna að mála áfram. Og leggja fram tillögu fyrir sveitarstjórn tengslu og gerð fjárhagsáætlun næsta árs. Ágúst. Já, við langar nú samt að nota tækifærið og taka jákvætt í þetta því mér líst mjög vel á þetta. Já, við getum gert þetta. En það þarf auðvitað að skoða hvað og þá og hvers konar fordæmi erum við að skapa. Ég tek líka undir það. Ég held að það sé mjög mikilvægt að velta því fyrir sér. Ef það á að gera eitthvað svona þá er þetta náttúrulega bara styrkur. Hreinn styrkur, fjárhagsstyrkur. En svo er óskað eftir hans í útfærðu með þessum hætti að ákveðin aðili sé fenginn í málið. Það þarf að fá líka upp hvernig á að útfæra hans starf. Ég meina þá fer hann niður í 75% starf á meðan. En gagnvart fordæminu þá held ég að sé mjög mikilvægt að maður átti sig á því að hvers konar viðburðir myndu þá geta fallið undir svona lagað. Að við myndum fara að taka jákvætt í svona mál. Því að vissulega varðar þetta ímynd og kynningu á sveitarfélaginu, þetta tengist í. Og ég myndi segja að svona mjög stórir viðburðir á landsvísu finnst mér koma til greina. Og tökum sér dæmi ef við myndum taka okkur til og halda hér unglingalandsmót, ÖMFÍ, vonandi getum við gert það einhvern tíma. Að þá myndi ég styðja að það verði styrkt með eitthvað svona hætti. Svona svo dæmi sér tekið. Og því þessi landsmót hestamanna er náttúrulega bara gríðarstór og heljarinnar svona lyftistöng hérna bara á okkar svæði þegar þau eru hér. Þannig að mér finnst þetta að vera því kaliberi. Mér finnst hins vegar ekki að við getum í hvert einasta skipti sem einhver hátíð er eða eitthvað slíkt og við viljum auðvitað leggja þessu öllu lið. Þá getum við ekki gert það með svona veglegum hætti. Þannig að gagnvart fordæminu þá finnst mér þetta. Að það verði þá flokkað þetta í svona stóra viðburði sem að skipta svæðið miklu máli. Og mér finnst þetta að vera mjög stór viðburður og ég myndi vilja taka jákvætt í þetta. Það er ekki þar með sagt að það sé búið samþykkja að gera þetta en ég myndi vilja taka jákvætt í þetta til að peppa nú upp þetta fólk sem að stendur að þessu og vinnur baki brotnu við þetta og taka þessu vel. En það er ekkit aðalmálið að þetta standi í fundargerðinni en ég myndi vilja lýsa því hér yfir eins og að ég myndi vilja taka jákvætt í þetta erindi og vísa því síðan í þennan fara. Takk fyrir það, Yngvi. Nei, ég er heldur ekki að taka neikvætt í þetta. Ég er bara að velta upp þessum og svona við þurfum aðeins að gera okkur bara grein fyrir
Og ég er frekar hlynntur í að taka jákvætt í þetta, en það er bara það sem við þurfum að skoða og það, í raun og veru, sko, hann fer náttúrulega ekkert niður í 75%, það er bara, sko, hann náttúrulega við komum til með að borga áfram náttúrulega launinans, en það, ég er bara að pæla í hvert fara þá verkefnin, þessi 25% af verkefnunum, og erum við með einhvern annan, ég náttúrulega spyr af því ég veit ekki sem getur þá tekið þau yfir eða hvernig þetta er og ég held að það sé bara mjög gott að byggðarráð skoða þetta. Nei, ég vil alls ekki taka neikvætt í þetta. Já, ótrúlega, ég vil bara fagna þessari þetta er góð umræða. Þetta er akkurat sem við eigum að gera. Við eigum að ræða málinu og velta öllu svona möguleikum. Það er alveg einn möguleiki væri bara að taka 1/4 af launum og bara styrkja þetta bara hreinlega í formum peninga. Það því ég tel alveg víst að viðkomandi starfsmaður muni hvort sem er vinna töluvert í kringum þetta sko einhverjum hætti að öðru leyti. Þannig að það er bara einmitt þetta útfærslan á því hvernig verður þetta unnið og að þetta séu þessi skipti sem þetta lítur flott út í Excel sko 25-75 og svona og bara þessi starfsmaður veit að hann er alveg störfur en hlaðin sko og þannig að það verður náttúrulega að hafa það líka að hann sé tilbúinn að taka þetta á sig því að og það liggur fyrir að þá þyrfti að væntanlega einhvern veginn að setja á hold þessi 25% verkefnana sem að en ég get alveg, það er ekkert forgangsmál alls ekki að taka neikvætt í þetta en svona það er kannski meira hlutleysi bara að fela byggðar á þetta en þetta er bara mjög algjörlega meira meinalaust að taka jákvætt í þetta það er heilmikið sjálfboðaliðstarf unnið þarna með líka þannig að hvetja fólk áfram það. Já, takk. Já, þetta ég held að sé einmitt mjög gott að fá samræður og það er myndið að fá það frá húnum sjálfum hvernig hann ætlar að hvað hann ætlar að hvaða verkefnum hann þarf að sleppa þá fyrir okkur á meðan og hvernig það er að leysa það er mjög þörf fínum ræða. Gott mál. Hverju? Margrét Harpa. Já, fyrir. Já, maður veltir fyrir sér í ritun fundargerða yfirleitt vill maður segja sem minnst í þeim en þeir séu samt skýrar og það veltist svolítið fyrir manni einmitt þetta eina orð jákvætt þó sem maður sé allur að vilja gerður kannski að vilja skoða hvernig er hægt að styrkja þennan flóta viðburð þá er maður að spá í, er ég að spá í hvaða skilaboð erum að senda frá okkur með að taka jákvætt. Ég að mínu, fyrir mitt leyti þá finnst mér ég ekki að hafa fengið einmitt nægar upplýsingar einmitt hvaða verkefni mun viðkomandi starfsmaður sleppa þá fyrir rangaþing ytra. Tímum við að setja þessi verkefni á hold, eða setja þau í bið. Vill starfsmaðurinn sinna þessu tiltekna hlutfalli? Þetta er 1 dagur og 2 tímar. Þannig að mér finnst ég ekki eiginlega, ég vil heldur ekki vera að senda út eitthvað misvísandi skilaboð ef við finnum svo það að við bara tímum þessu ekki eða við getum ekki, sem sagt, tímum ekki að fresta þessum verkefnum því það er náttúrulega já, þessi viðkomandi starfsmaður, það mætti kannski koma líka fram í fundargerð að það sé verið að erindi frá ranngóbökkum og það sé verið að biðja 25% af vinnu markaðs- og kynningarfulltrúa eða atvinnu- og menningarmálum fulltrúa. Það er verið að biðja styrk í því formi. Mér finnst það svolítið skipta máli að þetta sé ekki bara verið að biðja fjárframlag. Svo velti ég líka fyrir mér væri eðlilegra að Rangárbakkar færu og myndu sækja bara styrk til héraðsnefnda eða á sýsluvísu og þá jafnvel til Árnessýslu líka til að ráða sér framkvæmdastjóra eða ráða mannesku svona í hlutastarf. Því að það er líka svolítið erfitt að greina á milli. Maður veit að þetta eru ærin verkefni sem fylgja svona stóru móti og þá er þetta svolítið svona spurningin einmitt. Hvenær ertu að starfa fyrir sveitarfélagið og hvenær ertu að starfa fyrir mót? Er maður að setja starfsmanninn í bobba með það að eiga erfitt með að kontrollera og bara greina á milli? Að hann verði ekki ofhlaðinn því að hann er virkilega að gera góða hluti sem er alveg frábært og helst tímum maður ekki að missa nú frá þeim góðu hlutum. Þannig að þetta jákvæða orð, ég er ekki neikvæð, ég segi það samkvæmt öllu, ég er ekki neikvæð gagnvart erindinu.
En mér finnst ég ekki hafa þau gögn uppi að ég geti verið jákvæð líka. Ég er bara svolítið svona hlutlaus með þetta. Ég vil fá meiri upplýsingar upp á borðið. En það má náttúrulega taka jákvætt en þá er maður líka að hugsa hvaða skilaboð erum við að senda út í samfélagið? Er maður þá að búa til væntingar sem kannski á maður ekki bara að vera hlutlaus þegar maður er ekki með nægar upplýsingar til að mynda sér skoðun. Geta gert þetta af heilum hug. Þannig að takk fyrir, Haraldur. Já, ég held bara saman við þetta saman sko. Ég held að sé nú bara ágætis millileikur að senda þetta áfram til byggðarráðs til nánari umfjöllunar. Hvort að við tökum jákvætt í þetta hérna eða ekki sko. Maður heyri þannig að það eru allir frekar jákvæðir sko, en þó að við líka ekki segja það. En já, ég verður ekki bara saman þetta að setja þetta í frekari vinnu og fá meiri aðeins upplýsingar hvernig best að standa að þessu og taka svo upplýsta ákvörðun á einhverjum í byggðarráði og senda þetta svo áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, kannski eitt líka örstutt af því að við þurfum náttúrulega líka þá í byggðarráði að gera okkur einmitt grein fyrir því að við erum að styrkja hestamannafélögin hérna eða Rangárbanka og hestamannafélögin töluvert nú þegar, bæði með styrkamót og fasteignagjöldum. Við erum með samning með ungliðastarf sem er náttúrulega alveg frábært og eins erum við að styrkja þetta gegnum héraðsnefnd með kaupum á reiðhöllinni. Þannig að það er rosalegu stuðningur frá sveitarfélögunum nú þegar og það er ekkert óeðlilegt kannski. Maður myndi ætla að landsmót ætti, nú eru Rangárbakkar að fara að halda landsmót sjálfir, þannig að það er ekki, þeir ættu að geta fengið hagnað út úr því og þetta hlýtur að vera hægt að fá hagnað. Ég þekki það reyndar ekki en hvort að þeir þurfi, sko eru þeir að leita eftir fjármagni eða eru þeir bara að leita eftir starfskrafti sem að við vorum svo heppin að ráða og við höfum í starfi hjá okkur. Þannig að við verðum að passa okkur að horfa vel á hvað við erum að styrkja Rangárbanka og hestamannafélögin hérna. Það er mikil styrkur og stuðningur við þau. En svona allt byggir náttúrulega svona félags, svona eins og hestamannafélög og önnur félög, þau byggja náttúrulega á hérna bara sjálfboðastarfi, miklu. Þannig að bara við veltum því upp og þetta munum við skoðið byggðarráði náttúrulega. Bara halda því til haga, takk. Takk fyrir það, Ágúst. Já, og þetta er mér langar til að bæta við að það er alveg magnað á þessu svæði okkar hérna sem að einu sinni var nú kannski ekkert svo sterkt á þessu sviði er orðið fremst á landinu. Hér er mekka hestamennskunnar. Einu sinni var talað um að hún var í Skagafirði, hún er hér. Og það er alveg ótrúlega mörg heimili í þessum sveitarfélögum hérna í sýslunni sem tengjast með einum öðrum hætti hestamennsku. Og ég held að maður eigi ekki að vera eitthvað með kynhróða yfir því. Það er bara, þó að ég sé sjálfur hestamaður og hafa áhuga á því og við mörg hérna, að þá, þetta er bara sérstæða okkar svæðis. Þess vegna er ekkert út í hött að við gerum eitthvað svona. Að taka sérstaklega út einhverja svona eitthvað stóran viðbörð sem tengist þessu vegna að þetta er svo ofboðslega sterkt hérna hjá okkur. Og ég vil líka ítreka, ég myndi taka líka vel í jákvætt í ef að maður vildi halda allir með síðan landbúnaðarsýningu fyrir allt Ísland, líkt og var haldið í Laugardalshöllinni. Það væri svona þetta kaliber sem að mér finnst við ættum þá að styðja. Og það tíðkaðist nú mjög hér áður fyrr, þegar þær voru haldnar oftar en núna, að þá voru einmitt ykkur í svona fengnir í þetta. Til þess að reyna að finna leiðir til að fjármagna hlutina. Það sem voru að vinna fyrir að búnaðarsambönd, framkvæmdastjórar eða eitthvað slíkt. Bara svona nefnir þess dæmi. Og síðan eitthvað stóra íþróttaviðburðir, unglinga landsmót eða þá landsmót 50+ eða eitthvað slíkt. Mér finnst þetta að vera þannig. Ég langaði bara að segja þetta oddviti. Takk fyrir það. Takk út jákvæða. Þannig að tillaga að fela byggðarráði að vinna málið áfram. Það leggja fram tillögu fyrir sveitarstjórn tengslum gerð fjárhagsáætlun næsta árs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki.
Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 18 til umsögnar 222. mál frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis til umsagnar frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna afnáms uppreisnaræru. Það er lagt fram til kynningar. Liður 19 til umsagnar 212. mál frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis til umsagnar frumvarp til laga skráningu og mat fasteigna. Ákvörðun matsverðs er lagt fram til kynningar hér. Liður 20 Hraun umsögn vegna lögbýlis. Það er óskað eftir umsögn sveitarfélagsins vegna stofnunar lögbýlis að Hrauni. Þar er tillagan að sveitarstjórn geri ekki athugasemd við stofnun lögbýlis að Hrauni með landnúmerið 198.746. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn þessu hljóðs. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Liður 21 niðurfelling Stóruvallavegar frá Vegagerð ríkisins lagt fram til kynningar. Liður 22 niðurfelling Stekkjólfsvegar frá Vegagerð ríkisins lagt fram til kynningar. Liður 23 niðurfelling Stekkjólfsvegar undanvarp 2786 og þessi 2864 frá Vegagerð ríkisins lagt fram til kynningar. Liður 24 minningadagur fórnarlamb umferðarslysa frá Samgöngustofu lagt fram til kynningar og liður 25 afmælisþing Skipulagsstofnunar mannlíf og bæjarrými lagt fram til kynningar. Kannski eitt oddviti. Það var næst síðasta málið. Hvort það sé eitthvað. Þarna 24. Það sé eitthvað ástæða að vísa þessu eitthvað áfram. Björgvarsveitar, ég veit ekki hvort það stemmar að verið því hvað gerum við þetta. Hvað dagum eftir? Kynna þeim þetta, en við vitið þetta kannski. Björgvarsveitar og aðrir svona viðbragðsaðilar fá auðvitað tilkynningu líka. Þá er efni fundarins tæmt og það er búið að rita fundargerð. Ég segi þessu fundi slitið.